Hvenær má kynna kauptilboð? Það er í raun og veru engin regla sem segir hvenær má kynna kauptilboð. Ég hef þá vinnureglu að kynna aldrei kauptilboð fyrir að komi undirritað af öllum kaupendum og það er orðið lögbundið vegna þess að oft vill fólk bara þreifa þess á seljandanum. Kaupendur hringja og segja, heyrðu, getur þú tjekkað á því hvort hann sé til í þetta verð eða þessa skilmála og byrjuðu mistök sem flesti gera er að þeir tjekka á sig. En kaupandinn er í bundin, þannig að hann geti skipt skoðun, hann geti til dæmis hætt við að leggja inn tilboð og það sem er ennþá algengara, hann vill ekki leggja inn 65 lengur, hann vill leggja inn 63 og þá er búið að rugga ansi mörgum bátum og búið til væntingar seljanda sem síðast standi ekki. Og það er rosalega mikilvægt að það er miklu meiri skuldbinding í því að fá formlegt tilboð vegna þess að seljandinn tekur meiri afstöðu til tilboð sem er skrifleg heldur einhverju munnlega þreifingar. Þá horfir á tilboð, hann sé greiðsluflæði, afhendingarskilmálana, kaupverðið og hann er líklegri til að svara því tilboði með gagntilboði eða jafnvel taka því heldur einhverjum munnlegum þreifingum. Og það er líka mikilvægt að hafa í huga að kaupendur hafa alls ekki rétt að leggja inn hvaða tilboð sem er. Kannski er seljandi búin að segja, ég sel ekki undir 67 milljónum og þá hefur ekkert upp að segja leggja inn tilboð undir þeirri tölu. Fasteignasali er hvorki skuldbundinn til að taka niður slíkt tilboð eða kynna fyrir seljanda vegna þess að seljandinn er náttúrulega alltaf sá sem að hefur loka orðið hvað hann vill selja eignina sína.